Við ætlum að spjalla svolítið vektorum og hluturum á ensku vector space og subspace. Byrjum á að skilgreina bara hvað vektorum er. Vektorum VAF er eitthvað ekki tómt mengi af hlutum sem við ætlum að kalla vigra. Á þessum vigrum verða aðgerðina samlagning og margfaldir með fasta að vera skilgreindar. Auk þess sem að eftirfarandi 10 frumsendur eru uppfylltir og þær eru standa hér. Þannig ef að þetta gildir þá erum við vigrum. Nokkru athugasemdir þetta. Í fyrsta lagi þá er fjórði liðurinn hérna að segja að sé alltaf til einhver núllvigur sem er þannig að ef ég legg hann við stak U þá fæ ég aftur bara U. Það er þetta að sýna fram á að 0 sé ótvírætt ákvarðað. Og sömuleiðis þá í lið númer 5 þá erum við að tala hérna stak sem heitir mínus U. Hvert U hefur eitthvað mínus U sem er þannig að þegar ég legg þau saman þá fæ ég núllstakið. Það er líka hægt að sýna fram á að mínus U er ótvírætt ákvarðað fyrir hvert. Af þessum 10 frumsendum leiða 3 mikilvægar reglur. Í fyrsta lagi ef ég margfalda eitthvað stak U í vigrúminu með 0 að þá fæ ég núllvigurinn. Í öðru lagi ef ég margfalda stakið 0 með fasta, þá fæ ég núllvigurinn. Og í þriðja lagi, þá ef ég er með mínusu, þá er ég með það sama ef ég segi mínus 1 sinnum U. Þessar 3 reglur leiða sem sagt beint af þessum hérna 10 frumsendum. Við skulum pröfa að sjá aðeins hvernig við getum sýnt fram á þetta hér gildi með því að nota þessar 10 frumsendur. Ok, við ætlum að sýna K sinnum 0, fasti sinnum 0 sé núllstakið. Við byrja hérna með fasti sinnum 0. Ok, byrja á að nota reglu númer 4. Hún segir að ef ég legg við núllstakið þá er ég ekki að breyta neinu. Þannig að K sinnum 0 er aftur á K sinnum 0 plus 0. Þetta er regla númer 4. Þá beitum við fyrir okkur reglu númer 5 sem segir að 0 er hægt að skrifa sem summu af 2 stökum U og mínus U. Það er að seinna 0 hérna. Þetta hér get ég skrifa sem K sinnum 0 plus mínus K sinnum 0. Þannig legg þetta hérna við. Regla númer 3 segir mér að það skiptir ekki máli í hvaða röð ég legg þetta saman. Þannig ég segi K sinnum 0 plus K sinnum 0 og legg svo við það mínus K sinnum 0. Þetta er regla númer 3 hérna. Og regla númer 7 segir mér að ég má taka fast út sviga hérna í fyrirsveganum. Þannig ég segi K sinnum 0 plus 0 plus mínus K sinnum 0. Þetta er regla númer 7. Og regla númer 4 segir mér að þegar ég legg 0 við þá er ég ekki að breyta neinu. Þannig að þetta er að sama og K sinnum bara 0 plus mínus K sinnum 0. Og þá stendur hérna K sinnum 0 plus mínus K sinnum 0. Það er einmitt 0 samkvæmt reglu 5. Þannig að við erum búin að sýna að fasti sinnum 0 sé núllstakið. Alveg sama hvaða stak þetta er, hvaða vigur þetta er í hvaða vigurúm sem er. Ok, við skulum pröfa að sjá dæmi hvernig svona vigurúm getur litið út. Eitt dæmi vigurúm, alveg klassist dæmi, er R í þriðja. Þetta er vigurúm. R í þriðja er allir 3 staka vigrar og við höfum verið að vinna með þetta mikið í vetur. Maður þarf að skilgreina hvað maður meina með samlagningu og það er bara samlagning eins og við höfum séð á vigurúm. Og maður þarf að skilgreina hvað maður meina með margfaldur með fasta og það ætlum við að nota skilgreiningunum bara eins og við höfum haft hana. Margfaldur með fasta og margfaldur all stökir í vigrunum með fastanum. Svo þarf maður að skoða hvort þetta sé 10 atriði gilda. Skoðum hérna, til dæmis ef við með 3 vigra hérna í R í þriðja, þá þarf summan að þeim líka verið R í þriðja. Og það gildir sannlega. Það má ekki skipta máli í hvað röð ég legg saman og það gildir hérna. Við höfum sýnt að regla númer 3 gildi fyrir 3 staka vigra. Það er til núllvigur, núllvigurinn í R í þriðja er 0, 0, 0. Og svo framvegis, allar þessar reglur hérna gilda fyrir vigra í R í þriðja. Þannig að þetta er vektorum. Raunar getum við sagt að, við getum sagt að R í enda er vigurúm þar sem n er einhver tala stærra en f(1). Ok, þannig að þetta er þessi klassísku vigurúm og þetta hefur verið að vinna svolítið með. En hvað getur þetta verið annað? Skulum pröfa að sjá dæmi. Skoðum hérna mengi sem ég ætla að kalla Pn, þar sem n er einhver tala stærra en f(0). Þetta er mengi á margliðum af stigi í mestalagi n.
getum kallað eitt stak P, sem þá A0 plus A1 sinum T og svo framvegis upp í A1 sinum T í enda. Stuðlarnir A0, A1, við skulum láta þá bara vera fasta hérna í þessu tilfelli. Nú, hvað er ég að meina með stig að margliðum, skoðum það aðeins betur? Nú, ef við erum með bara P af T eftir A0 sem ekki 0, þá erum við með 0. stigs margliðuna. Ef við erum með A0 plus A1 sem T, þá erum við með 1. stigs margliðuna. Hér má A0 alveg vera 0. Ef við erum bara með 0, P af T eftir 0, þá kallast það 0 margliðan. Þetta er einmitt stakið 0 í þessu vektorhópnum. Nú, við þurfum að skilgreina samlagningu og margföldun með fasta. Segjum að við séum með aðra margliðu Q, sem að stuðlarnir heita B0, B1 og svo framvegis. Samlagning á P og Q er þá skilgreind þannig að maður leggur saman alla stuðlana sem að er við sama veldi á T. Þannig að A0 plus B0, A1 plus B1 sem T og svo framvegis. Og margföldun með fasta, ef ég margfalda P með einhverjum fasta C, þá er ég margfalda bara hvern lið fyrir sig með fastana. Nú, þetta Pn hérna, sem er mengi af öllum margliðum, þetta er vektorum. Akkur þetta vektorum, þetta uppfyllir öll þessi 10 skilyrði. Með þessari skilgreiningu og margföldun og samlagningu, þá uppfyllir þetta öll skilyrði. Skulum pröfa að kíkja. Nú, við erum búin að sjá að það er til eitthvað 0 stak. Það var bara margliðin eftir 0. Sjáum að við leggjum hana við aðra margliðu, það fá eftir sömu margliðuna. Og ef ég legg saman tvær margliður af stigi n, þá væri ég áfram með marglið af stigi n. Þannig að reglan 1 gildir. Það skiptir ekki máli í hvað röð ég legg margliðuna saman, einfaldlega vegna þess að skiptir ekki máli í hvað röð ég legg rauntölu saman. Skoðum hérna, það skiptir ekki máli hvort T standi A0 plus B0 eða B0 plus A0, það gefur okkur það sama. Það er eiginleika rauntöluna sem gefur okkur það. Nú, tökum til dæmis síðasta skilyrði hérna. Ef við margföldum margliðu með einum, þá erum við margfalda alla stuðlana með einum, ég sem sagt fæ sömu margliðuna aftur. Þannig að öll þessi 10 skilyrði uppfyllt, nú erum við komið með mengi af öllum margliðunum að stigi mistarlega n og það er vigurum. Skulum skoða fleiri dæmi. Við getum tekið til dæmis mengið af öllum raungildum föllum sem eru skilgreind á einhverju bili. Vaff er núna mengi allra raungildafalla sem eru skilgreind á D. D getur til dæmis verið bara allar rauntölur, það eru fall sem eru skilgreind á öllum rauntölum. Og við skilgreinum summu tveggja falla eftirfarandi hátt. Á þennan hátt, við leggjum saman föllin og margföldunum með fasta á þennan hátt. Nú er þetta vaff vektorum. Það uppfyllir öll þessi 10 skilyrði og það er fín æfing að pröfa að skoða í gegnum öll 10 atriðin og athuga hvort það sé uppfyllt fyrir föll. Nú, við skulum snúa okkur að öðru skildu hugtaki sem er hlutrum. Og við höfum talað áður um hlutrum, við skulum byrja að skilgreina hvað meinum við með hlutrum núna. Við segjum að H sé hlutrum í vektorrúmi vaff ef að núllvigurinn í vaff er í H og ef U og vaff er í H þá þarf summan að þeim líka að vera í H og ef við erum með vigur í H og einhvern fasta C þá þarf C sem vigurinn að vera í H. Við höfum séð þetta áður, skilgreiningu á hlutrum, það er alveg eins og áður nema nú er H hlutrum í vektorrúminu vaff og nú erum við komið með víðari skilning á hvað vektorrúm er. Við skulum pröfa að sjá dæmi. Nú mengi að margliðum P, sem sagt við erum ekki með efrimörk á hver veldi af meira, bara P, ekki Pn eins og aðan, með rauntölustuðla. Samlagningu margfeldir með fastar skilgreind eins og bara fyrir föll. Það er P hlutrúm í mengi allra raungilda falla. Þannig að þannig komið eitt hlutrúm í öðru vektorrúmi. Og þetta er þá sjálft vektorrúm, hlutrúmið. Einnig getum við sagt að Pn, þar sem er með marglið af stigi mestalagi n, það er hlutrúm í mengið af öllum margliðum. Vektorrúminu sem inniheldur allar margliður. Nú, það er ágætt að skoða líka eitthvað sem er ekki hlutrúm. Við skulum taka dæmi.
Dæmi eitthvað sem ekki hlutrúm, þar r í öðru ekki hlutrúm í r í þriðja. Sér ekki í r í þriðja. En aftur á móti, ef ég tek hérna þryggjastaka vigur, þar sem að þriðja staki alltaf 0, þá ég með hlutrúm í r í þriðja. Við getum sagt að þetta hlutrúm hægir sér pínu eins og r í öðru, en þetta ekki r í öðru. Þetta hlutrúm í r í þriðja. Sér r í öðru getur ekki verið hlutrúm í r í þriðja, einfaldlega vegna þess að stöki r í öðru ekki í r í þriðja. Tveggjastaka vigrar hérna ekki þryggjastaka vigrar. Ok, þannig að þetta ekki hlutrúm. Annað dæmi. Plani r í þriðja sem ekki inniheldur 0, punktinn ekki hlutrúm í r í þriðja. Þetta höfum við séð áður. Sömuleiðis lína sem fer ekki gegnum 0, hún ekki hlutrúm. Aftur á móti, ef við sleppum þessu ekki, þá myndum við sleppt þessu ekki. Þess að plani r í þriðja sem inniheldur 0 punktinn hlutrúm í r í þriðja. Hér skulum við skoða dæmi vigurúm. Segjum að við séum með 2 vigra af f1 og f2 í vigurúmi. Þá spanið af þessum 2 vigurum hlutrúm í v. Og við skulum sýna fram á þetta. Hvað þurfum við að sýna til að þetta sé hlutrúm? Í fyrsta lagi það verður núllstakið að vera núllstakið í v á að vera í h. Ok, það tilfellið? Já, ég má taka alla línulega samantektir sem ég vil af f1 og f2. Þannig að ég segi 0 sinnum f1 pluss 0 sinnum f2, þá fæ ég núllstakið sem sannarlega þá í h, sem núllstakið í v. Ok, þannig að fyrsta gildir. Ok, öðru lagi, já ég var að segja í öðru og þriðja lagi, taka þau saman. Segjum að ég sé með 2 stök u og tvöfalt v sem í h. Hvað gildir þau þá? Þá gildir að u hægt að skrifa sem línulega samantekt af v1 og v2. Og tvöfalt v líka hægt að skrifa sem línulega samantekt, bara einhver aðra línulega samantekt af v1 og v2. Það er að kalla fastar mína a, b og c, d. Svo skulum við taka einhverju 2 fasta, h og k, sem bara rauntölufastar. Þá k sinnum u pluss k sinnum h, k sinnum h, afsakið, k sinnum u, fasti sinnum u, pluss h sinnum tvöfalt v, já, við skulum reikna út hvað það gefur okkur. Það lítur þá svona út, ef ég umræði stökunum, þá fæ ég k pluss hc sinnum v1 og kb pluss hd sinnum v2. Sjáðu þetta hér. Þetta fasti sinnum v1 pluss fasti sinnum v2, sem sagt línuleg samantekt af v1 og v2, sem sagt þetta í spaninu af v1 og v2. Þannig að þessi í h. Ok, þannig erum við búin að sýna að h hlutrúm í v. Alltaf erum við spanið af 2 vigurum sem í einhverju vigurúmi, þá erum við með hlutrúm. En v1 og v2 verða að vera í vigurúmi. Við skulum koma með enn eitt dæmi vigurúm. MN, við skulum hafa það nafnið á vigurúminu. Þetta öll m sinnum n rauntölufylki. Og við ætlum að nota samlagningu og margföldum með fast að vera skilgreind eins og hefðbundin hátt fyrir fylki, eins og við séð í vetur. Þá uppfyllir þetta öll þessi 10 skilyrði sem þurfa að vera uppfyllt og við erum með vektorúm. Þannig að dæmi þetta geti verið öll 3×4 fylki. Öll 3×4 fylki saman gefa okkur vektorúm. Eða öll 2×2 fylki. Það gefur okkur 1 vektorúm. Og svo framvegis. Þannig að við erum komið með, núna vigrarnir okkar, fylki. Það sem við kallum vigur í vigurúminu fylki. Til dæmis 0 stakið, ég var að segja við erum 0 stakið hér. Hvað erum við að þá tala um? Við erum að tala um 3 línur og 4 dálka. Allt þetta bara 0. Þetta 0 stakið í M3-4 vigurúminu. Nú kemur mikilvæg setning. Ef v1 og
2 upp í vaff p eru vektorum í vaff, þá er spanið af vaff 1 upp í vaff p hlutrúm í h. Þetta er svolítið eins og í dæminu sem við sáum áðan. Við köllum þetta hlutrúm, hlutrúmið spannað af vaff 1 vaff 2 upp í vaff p. Ok, pröfum að sjá hvernig við getum svo nota þetta. Sjáum dæmi. Segjum að h sé mengi allra vigra af þessari gerð hérna. Þetta eru sem sagt vigur í fjórða. Það er nætti að setja hérna t svona. Og a og b er einhverja rauntölur. Og svo er spurt, er þetta hlutrúm? Nú, ég ætla að nota setningu 1 til að svara spurningunni. Ég ætla að segja, ok, vigurinn hérna er a mínus 3b, b mínus a og b. Þetta get ég skrifað sem línulega samantekt af vigurunum 1, mínus 1, 1 og 0 sinnum a, pluss vigurinn mínus 3, 1, 0 og 1. Þetta er sem sagt einhver vigur u pluss einhver vigur vaff sinnum b. Línulega samantekt af u og vaff. Nú, setningi segir að spanað þessum tveimur vigurum er þá hlutrúm í fjórða. Þetta er línuleg samantekt af tveimur vigurum í fjórða, þess vegna er þetta hlutrúm. Ok, það eru fleiri dæmi hlutrúm og vigurúm í fyrirlestrarglósunum og í bókinni og ég hveti ykkur til að skoða þetta. Til dæmis eitt skemmtilegt dæmi eitthvað skrítið vigurúm sem er aðeins öðruvísi en við erum vön. Við segjum þetta gott í bili hérna.